Hey folks, velkomin í flæðisgerið með Rökkva og Jóa og í dag erum við sjálfsagt með frægasta gest sem við höfum verið með frá upphafi. Já. Magnús Ver Magnússon, fjórfaldur fyrrverandi sterkasti maður heims. Komið sæl. Góðan daginn, gaman að sjá þig, gaman að fá þig þáttinn. Takk fyrir. Við kannski byrjum á að spyrja hvernig byrjaði nú þetta ævintýrið þitt? Byrjaði. Já. Þetta byrjaði nú allt, í rauninni byrjaði þetta allt á, ég byrjaði á Seyðisfirði. Já. Og Óskar Sigurpálsson, sem þá nú var kallaður faðir krallitingana, hann flyttur á Seyðisfjörð sem varðstjóri í lögreglunni. Og hann verður til þess að þeir hérna hjá í frjálsíðardómnum og þeir panta liftingasett og það eru gerðar æfingar og þar byrja ég á samt nokkrum félögum mínum. Og ég svona hélt áfram og ég mæti á fyrsta Íslandsmeistaramót unglinga í kraftlýtingum og er orðið þokkalega sterkur, rétt þarna um 90 kíló, eða tæp 90 kíló, 18 ára gamall. Og svona í framhaldi af því ákvað ég að flytja til Reykjavíkur. Já. Óskar Sigurpáls var þá farinn og var farinn að stjórna sem sagt líkamsræktarstöð í bænum sem er æfingastöðin í Engihjalla í Kópavogi. Já. Og það var búið að loka sem sagt Jakaból sem var hérna í Laugardalnum. Sem að hefur verið Upphálega, þar byrjuðu sko Jón Páll og þessi kallar, skilur við, þeir kalluðu þetta Jakaból, þeir fengu húsnæði frá borginni. Já. Gamall laugarhúsnæði held ég að það hefði verið í hérna Laugardalum. Þar voru þessir kallar að lyfta og hérna frjálsíþróttamenn sem sagt kastarar og Hreinn Halldórsson og fleiri lyftu þarna. Þetta svo var ákveð að loka þessu, þannig að þetta lokaði og þeir keyptu þarna einhverjir sem sagt æfingastöðin Engihjalla og kraftlýtingarnar fluttust þangað að mestu leyti. Mér rámar svona óljóst í æfingastöðar. Ég er 38 ára. Já. Mér rámar óljóst í eitthvað svona. Var það Kópavogur svona eiginlega mekka kraftlýtinga eða eitthvað? Kópavogur var mekka kraftlýtinga á þeim tíma, já. Já. Þarna byrja ég syns að ég reyndar kom til þess að fara í iðnskólan. Ég var hérna nemi í vélvirkjun og færi mig syns að suður og er í iðnskólanum og fer svo að stunda svona þessa hefðbundnu vinnu þá sem var krattamannsins og það var að vera í dyravörslu. Já. Þannig að þú hefur kynst mjög mikið af mjög leiðilegu fólki. Það getur verið fullt af leiðilegu fólki, já, undir áhrifum. Já. Það er fullt af góðu fólki líka. Já. En þú ert aðalega sendur til þess að tala við leiðilega fólki. Yfirleitt. Já. Hérna, þannig að maður helli sér á KVÍ æfingarnar og ég sem sagt vinn á kvöldin og nóttunni og æfi á daginn. Og þetta er bara komið út í það og hérna svo út frá því fer ég að vinna í bakarí. Það var svona sama, við fórum að baka sko 8 á kvöldin og vorum fram eftir nóttu. Hver er trú af því að vaxtartröll hefði farið inn í bakarí? Já, nákvæmlega. Já, það er nefnilega meðan það sem maður hefur heyrt að þá borðið þið ekkert sem er í kraftlyftingunum bara hollt, þið borðið bara rosalega mikið af öllu. Já, sko, við reynum nú að borða hollt. Ástæðan fyrir því svona að við reynum að borða ekki mikla fitu og mettaða fitu og svoleiðis, því að ástæðan er að við náttúrulega erum að borða miklu meira heldur en venjulegt fólk. Þess vegna reynum við að halda því svolítið niðri því og svo séum ekki innbyrða miklu meira af slæmu eins og skilur við. Já. Já, út frá þessu ég fer á Evrópu og heimsmeistaramót unglinga í kraftlýtingum. Verð hérna, held ég að verið 3. sæti þar, fóru alveg heilt lið hérna. Þetta var á þessum tíma, það var Torfi Ólafsson og fleiri kallar, skilur við. Þarna voru við allir ungir og fallegir. Já. Nú eru sumur okkar bara fallegir. Já, þú hefur nú elst merkilega vel. Já, komið síðara hár kannski? Já, svolítið. Það er sko, það er verið að taka víkingalúkið, sko. Nú ég er búin að vera að leggja í auglýsingum og svona sem víkingur og hitt og þetta. Já. Þannig að það er svona verið að prófa. Það síðasti sén, sko, safna hári svona áður en það fer. Já, þú meina það? Já. Já.
svo verður svona eins og sumir sem greiða yfir skallan eða hvað. Þetta er come over sko. Þú fer nú ekki að leggja svo lágt það er alveg hræðileg tískuslýs. En þegar þú byrjar í rauninni að lifta, er þá ekki Jón Páll í rauninni þegar svona komin Jón Páll er komin fram á sjónarsviðið. Já. Þegar að ég er fyrir austan og ég man alltaf eftir við vorum í félagsheimilinu, það var þáttur í sjónvarpinu, íþróttaþáttur og þá lyftir Jón og það kemur þetta fræga þetta er ekkert mál fyrir Jón Pál. Já. Og ég segi við alla félagana og það sem vorum að horfa á þetta, ég segja einn daginn og ég ættir að gera þetta og meira til. Já. Fólki fannst þetta voðalega fyndið. En það hló nú ekkert mikið að þessu nokkrum árum síðar. Það hlýtur að hafa verið eitthvað ljúfast og svona I told you so allra tíma hjá þér bara, sjáðu. Nákvæmlega. Ég hafði alltaf það vision að ég lægði allt í þetta. Ég ætlaði að verða, fyrst náttúrulega kraftlýtingamaður, skilur við. Ætlaði að verða bara eins góður ég mögulega gæti orðið, því að það er alveg sama hvað við tökum okkur fyrir hendur í íþróttum eða hvað. Ef þú ert búin að leggja allt á þig og verða eins góður þú mögulega getur orðið, þá getur ekki gert meira. Nei. Og hvort sem að það dugar til þess að verða langbestur í heiminum eða ekki, það er allt annað. Allavega ef þú hefur lagt allt í það. Já. Og þetta var náttúrulega gríðarleg vinna og maður stofnaði fjölskyldu og það fer náttúrulega svakalegu tími í þetta og svo ert að vinna fulla vinnudag og allt þetta líka. Úr lóðum ég að lyfta unga börnum. Já, líka sko. Já. Af meiri sé að ég átti litla stelpu þarna og svona fljótlega þessu tímabili og þá var ég farin að vinna í járninu aftur, í smíðju. Það hafði ég fyrir síðis að ég fór niður í bæ, niður í Gima 80, þá var Suðurlandsbrautinni, stöðin sem að Jón Páll opnaði. Að ég var að vinna inn í Kópavogi og bjó í Kópavogi, þá kom ég við heima og lék mig við stelpuna svona í 50 mínútur eða klukkutíma, fór svo á æfingu. En þetta er bara eins og hvað er skilur, þú veist, hvaða er íþróttir, þú verður að dreyma þetta, þið voru að hugsa þetta alla daga, þú verður að, þú veist, ef þú ætlar að verða bestur í því sem þú ert að gera. En hver er þá lykillinn? Er það þetta bara? Það er bara þetta, þú verður að þú verður að sjá þetta fyrir þér og þú verður að elta þín markmið, þú verður að leggja á þig alla vinnuna. Það er gríðarleg mikil vinna sem liggur að baki að komast á toppin í hvaða íþrótt sem er. Já, augljóslega, því það er bara svo hreinlega svo margir sem er að keppa við þig. Já, nákvæmlega. Og allir, það er nú eitt skemmtilegt við kraftlýtingar og afbraunir og annað að þetta er svona sport, það er allir þú hvattur áfram af hinu keppendunum, þó þeir sé að keppa við þig þá er ákveðin samkennd því það vita allir hversu erfitt þetta er, það vita allir hvað þú ert búin að leggja á þig. Þeir eru allir búin að gangi í gegnum það sama. Já, mér finnst eiginlega með kraftlyftingar og sterkastamann heims, það er eiginlega hvergi eins skemmtilegt að hlusta á hvatninguna. Nákvæmlega. Og allir komast í svo rosalega ham. Já. Þetta er náttúrulega, þú verður að vera líka andlega mjög sterkur. Já. Þú verður að þola álegið. Þú verður að þola ýmislegt áreiti og Arnold, hann hafði það nú ýmsa takta þegar hann var að keppa og tók menn svona úr jafnvægi oft þegar áður þeir löppuð inn á sviðið. Ég man eftir því. Hann var sem ekki drullisokkur. Hann stríddi fólki og syngdi Pumping Iron myndinni, hann stríðir Lúferinjó sem er svolítið eins og krakki í sér og verður alltaf sár og hann spilar hann eins og fyrir. Þetta er svolítið, ég notaði nú svolítið svona djóktrykk líka, sko. Við sátum kannski í tjaldinu, sko, þú veist, býð eftir að keppnisgreinin byrjaði og þá byrjaði ég kannski bara að segja einhvern brandara eða gera grín eða fíblast eitthvað, skilur við og eða tala stelpur sem heyru, hvernig líkst ykkur stráka, sjáu þið þessa þetta, hvernig líst ykkur á þessa hérna, taka þá alveg úr sambandi því að þeir voru kannski búin að vera að einbeita sér sko í marga klukkutíma. Svo tók ég þá úr sambandi, ég þurfti ekki nema 10 mínútur til þess að
vera komin í fulla einbeitingu. Já, veit. En þetta ekki snýst ekki, það verður að tala að dómarinn að stríða svolítið þeim sem að fara að lyfta á svona. Snýst ekki það að það bara herði mann? Það á að gera það. Já. Mótlæti á að herða þig, skilur. Ég var oft í riflildum við, skilur, mótshaldarana. Þetta var svolítið komið út í það, þeir voru ekki endilega vilja það að ég myndi vinna. Já, ég man eftir svona. Ég var búin að vinna þetta nú oft, skilur, og þeir vildi fá nýjan sigurvegara og þá var svona ákveðið unnið á móti þér. En ég var nú einhvern veginn þannig gerður að allt mótlæti það herti mig. Ég lagði ennþá meira á mig. Ég nefnilega man eftir að hafa lesið svolítið þetta að Jón Páll var svolítið vist eins og óskabarn allra var það ekki og öllum líkaði svo vel við hann. Já, svolítið. En ég man hvernig Bill Kazmaier til dæmis sem var svona upphaflega eiginlega stjarnan í kraftsportinu. Já. Að hann talaði það að hann vann 3 fyrir röð og svo var hann bara ekki boðið næstu 5 skiptin sem að í rauninni bara fyrring því að af hverju ættir ekki komast inn bara því einhver ræður hvort er boðið þegar þú ert besti maðurinn. Ég meina eins og bara bjóð ekki Michael Jordan í NBA þetta Já, Kazmaier var þetta satt hjá honum eða sumuleyti, Kazmaier var náttúrulega hrikalegur og en kappið svona fór oft með hann út í öfgar. Já. Hann kannski labbaði inn í herbergi, hann var eitthvað óanaður með það hvernig honum gekk. Já. Hann labbaði inn í herbergi þar sem að allt kvikmyndatökuliðið var með kannski fullt af ljósum og drasli og mölbraut allt. Já. Og borgaði hann fyrir það? Nei, og það var svona ýmislegt svona sem var og enginn þorði að rukka það? Já, það var þess valdandi að hún var ekkert, bara gáfist upp að vinna með honum. Ég hefði líka gert það, ég verði að skipleggja upp í stönd og ég hef gefist upp á mönnum. Já, þannig að það er nú svona meira á bakvið þetta. Já. En Kalli, ég hef nú verið nálægt Kallinu þegar hann var svona upp á sitt besta og hann hafði nú einstakt lag að því að vera búin að gera alla brjálaði kringu sig. Já. Drullandi yfir alla og allt og hann ef að kokkur var og setna kom með matinn til hans þá beita næstu á honum hausinn. Já. Þetta var mikil skapmaður. Já, fólk hefur sjálfsagt verið hrætt við hann því að svona kröftugur maður ef hann hnippir í þig og kannski bara rifbeinsbrotnar eða eitthvað. Já, þú veist, þegar þú ert svona stór og sterkur og eitthvað og þá er alveg óþarf að láta svona. Já, eins og með dýraverðina ef þeir líta nógu sterkir og stór út þá yfirleitt róast fólk niður við að bara sjá þá. Ég nákvæmlega. Já. Að bestu dýraverðinir þurfi yfirleitt ekki mikið annað en bara láta sjá sig. Þú varst í því að það er nóg bara lappa mönnum og klappa svona litt ákslan ég ætlar ekki róa þess niður. Það yfirleitt virkaði veist, svo menn voru svona með eitthvað leiðindi þá og sagði ég nótt hvað ætlar að gera mér þetta? Þeir eru alveg, hvað? Það er virkilega að gera mér það, ég þarf að fara að henda þér út. Já. Það er okkur máli. Þú bara ræður hvernig þú getur mátt labba, þið getur líka verið hjálpað. Já. En það er líka máli að er ekki bara ágætt að höfða alltaf til skynseminnar? Jú, að sjálfsögðu. Þeir eru til staðar. Ég reyndar, það er mörg ár síðan að ég hætti þessu starfi og myndi aldrei vilja vera í því og þetta reyndar ekki að hafa mikið fyrir í dag. Það eru mörg þjónustörf leiðilega, ég held þetta séu leiðilegustu sennilega, fulla leiðilega fólki sem á að henda út af bar, ég held það séu það er alltaf þetta er samt nauðsynlegt starf vegna þess að það þarf alltaf einhvern til þess að passa upp á það er að vara starfið er oft miskilið af svona almenninga fólki sem kemur inn dýravörðurinn er ekki þarna til þess að henda fólki út hann er þarna til þess að vernda alla hina fyrir áreiti og þeim sem að haga sér illa. Já. Og ég er bara aðstofa fólk nákvæmlega aðstofa fólk og fólk verður fyrir alls konar hlutum og ég meina fólk hefur fengið hjartaáfallin á stöðum og dýravörðin þarf að kunna til verka skilur hann þarf að geta fara í alls konar aðstæður. Það er ekkert mjög smart að koma inn á kannski klósett og það er búið að æla upp með alla veggi Nei. Þetta er ekkert voðalega spennandi Nei. En einhvern meginn gat maður nú láta sig hafa þetta. En mér langar svolítið að spyrja því þú varst að tala kannski að það var svona kannski viss klíkuskapur líka í sterkasta manni heims og þetta var náttúrulega ekki kannski rosalega samtök í gamla þetta heldur meira ákveðnir aðalar sem að byrjuðu þetta og sáum þetta
Ég man eftir ekkert að tala að í Suður Afríku þá varst að keppa út Manfred Höbel sem var maðurinn með stærstu upphandleggi heims. Já. Og það var einhver ágreiningur að ég man að þið voruð að halda einhverjum bíl og labba við línu og þið svona báðir reistu hendurnar á loft eins og þið hefðu sigrað. Og talaði ekki að það hefði verið sýnt frá þannig hotni að það leit út eins og hann hefði komið undan en þú hefðir í rauninni stíðið línu en hann ekki. Þeir sem voru sem sagt á þarna í klukkonum og dæma þetta hvernig sem það mér var sagt þetta af fólkinu sem að þurfti að klippa til þáttinn síðar. Já. Að þeir sögðu mér það sko, ég þetta stótt svita þarna á staðnum en þeir sögðu mér að senna að þeir eru að klippa þetta til þannig þeir sýndu alla hina klára sko farið við línuna fram að frá þeir sýndu okkur þegar við fórum yfir sko þá var það aftan frá hlið. Já, ég man eftir hotninu. Og það því að þær sögðu mér það ég hefði verið undan yfir línuna en þegar þeir koma með tímana þá sem sagt var hann fljótari. Já, þannig að þeir eru kannski eins og segir pínu leiðir á að þú vannst svo oft að hann var svona svolítið svona... Já, það var þetta var oft, maður var oft að lenda í svona smá útistöðu við þetta og eitt atriði var á hvað var það? Mauritius held ég. Ég ekki alveg viss. Nei, Bahamas. Já. Þá vorum við, sem sagt, þeir kölluðu þetta Naval Tug of War. Það sem sagt svona, reiptog. Já. Það fór utan svona pól sem snerist, utan annar pól, þannig að þú varst að toga í andstæðingin, þeir voru hlið við hlið. Já. Reipi fór utan sko, þannig að það kom svona í U. Já. Þeir voru hlið við hlið og svo verið að mæla. Já. Og þarna var ég í hörkukeppni við Suður-Afríkumann, Herrið Badenhorst. Já. Og þetta endar að við sem sagt endum saman. Já. Og ég var nokkuð vissum að ég væri komin með hann lengra. Já. Og þannig að ég stoppa bara og hélt þar. Þannig tímir hann út. Og svo stoppar þetta og þá segir dómarinn, nei, þeir voru jafnir. Ég segi, þeir voru jafnir. Ég meina, passa bara ekki. Ég segi, fara bara og litu í myndböndin og þá sérðu þetta. Já. Þá sagði hann sko, no looking at tapes, referee's decision is final. Það semst ekkert litu á myndavélar, úrskurður dómara endanlegur. Já. Þið þurfa að fara aftur. Gaman. Þetta nú mótsögn. Þið þurfa að fara aftur þetta er að reyna að fá sigurvera. Já. Og ég alveg ok þannig að ég geri þetta aftur. Já. Og held honum aftur. Já. Og þá úrskurðar hann mig sem sigurvera. Já. En þá verður Suður-Afríkumaðurinn alveg villust og öskrar og æpir og vill að láta lítið myndavélar og eitthvað. Já. Og ég segi, labba til dómarans og reyndar sko í fyrri umferðinni sko var það augljósara að ég hafði haft hann sko. Já. En ég labba til dómarans og segi, þú veist, bara mundu það, úrskurður dómara var endalegur. Já. Svo labba ég burtu. Já. Ég kallaði fund 10 mínútur korter síðar. Já. Og hann breytti úrskurðinum í það að við höfum verið jafnir. Nei, ætla hann látaði bara verið reipítói í marga daga við bara það maður að taka mér sko hálft stig. Já. Palli getur náða þessu hálfa stigi. En til að byrja með en þetta kom ekki að sög, ég vann mótið. Já, en til að byrja með þá var svolítið fáránlegt að ég man þegar við horfðum á þetta og tölum alltaf að það eru ákveðnir greinar þar sem hún nærið ákveðnum mælunum árangri. Þú lyftir þingsta og svo er bara frá fyrsta sæti til síðasta í hvað þú lyftir mörgum kílóum til dæmis og það er mjög sanngjarnt. En þegar þú hefur eins og útsláttarkeppni manna móti manni, reipitogið eitthvað, þá gætir þú verið óheppin og lent á móti besta görnum í byrjun. Þú getur það. Það er heppni. Já. Það finnst mér ekki sanngjarnt fyrir svona keppni, mér finnst það svona vitleysa. Já, það er sko, ef það eru 8 keppendur, segir það, þá sem sagt, í fyrstu bardagunum, þá er það þeir sem að tapa í fyrstu umferð, þeir komast aldrei upp fyrir í topp 4. Nákvæmlega. Þeir þurfa að berjast sem sagt, þessi sæti sem fyrir neðan, hinir berjast topp 4.
Ég veit ekki, þú veist, svo talaði það dreigið í riðla í fótbolta og allt þetta skilur, þetta alltaf sanngjarnt? Já, en þá það líka bara heildarkeppnin að vinna einhvern í fótbolta meðan að vinna einhvern í reiptói bara hluta af því að vera sterkast maður heims. Já. Ef að þú verið næst besti reiptóin og lendur móti besta, og lendur þú samt kannski í nálagt síðasta sæti í þeirri grein sem að kannski skemmir fyrir þér heildartöluna. Og það náttúrulega margt svona pínu kannski ósanngjarnt við sterkasta mann heims til að byrja með vegna þess að þú ert alltaf að miða þig við aðra sem eru að keppa á þeim tíma. Það svona einhver skekki í því allavega, en erfitt að í rauninni breyta því, en þetta einhver skekkja sem að í rauninni þyrfti ekki að vera. Já, kannski ekki, en veist, það ekki allt sanngjarnt og stundum mega hlutir betri fara, en ég trúi því nú að svona í enda dagsins að þá sigri nú alltaf sá sem bestur. Lítur að gera það fyrir rest oftast. Nefn einu sinni. En hérna þegar þú mistir Húsavíkur helluna. Nákvæmlega. En hérna hvað greið finnst þér skemmtilegust? Þá ég talað bara af öllum þeim keppnum sem þú tekur þátt í. Mér fannst alltaf kúlusteinandi skemmtilegir. Mér fannst alltaf skemmtilegt að hlaða hlutum. Mér fannst alltaf resturlifta skemmtileg. Það var svona mjög fátt sem að mér fannst ekki skemmtilegt. Já. En maður horfir á þessa kúlusteina sko, og maður getur ekki ímyndið sér það er skemmtilegt. Þetta kúlulaga og þeim það að ná takja á því sko. Þetta bara ímyndað að lifta risastóri bowlingkúlu. Já. Þetta óskum svipað. Reyndar eru fá keppendur þeir sem sagt þú getur sett á því svona harpiks þess að notað í handboltanum þess að fá betra tak svona í flestum tilfellum það leyft það farið að koma svolítið á mótum þar sem það bara ekki leyft og það búið að gera steina úr stáli og það búið að gera steina úr gúmmíi Það svolítið þægilega með gúmmíið sko. Það þægilega með gúmmíið ég með svoleiðis þú grip á því sko. Upp í stöða því að mér Ég get ímyndið með það að þetta svona örgulega bara eftir því hvað aðstæður eru hverju sinni, en Húsavíkur hellan örgulega mjög skemmtileg líka. Hún hundleðileg. Hún heitum ekki Húsafell hellan. Við erum búin að nefna tvisvar. Húsafell hellan, já. Fyrirgjöðu. Ég man alltaf eftir þessu sko. Ég borði þessa hellu gegnum tíðina og ansi oft og aldrei einn stutt eins og þetta skiptið þarna á Þingvöllum. Já, þú varst eitthvað að reyna að laga hana, var það ekki mistur hana? Ég ætlaði aðeins að lagfæra hana. Já. Og ætlaði svona að láta hana svona aðeins, það sem við kallum svona aðeins síga niður, en hún sem sagt féll fram. Já. Þannig að ég náði ekki að halda jafnvæginu með hana. Þetta lítur að vera mest svekkjandi augnablik ferilsins, er það ekki? Já, titlarnir væri 5, ekki 4. Já, nákvæmlega. Það er mjög svekkjandi. Það er frekar svekkjandi, sko. Já. En mér finnst áhugavert, þú varst að tala hvernig þú varst svona aðeins að spila með mennina og svona mótum, að ég man alltaf eftir maður fekk þessa tilfinningu þegar maður horfði á sterkasta mann heims, að þú væri svolítið svona hugsandi keppandi, meðan aðri voru svolítið meira kannski í að bara gera sig reiða og svona setja sig í einhvern ham til að lyfta einhverju. Þú virtist alltaf pæla svolítið meira og spara þig að þú þurftir ekki að reyna of mikið á þig og þú varst mjög tæknilegur. Það er rétt. Ég er nú iðnaðarmaður á upplagi. Já. Þannig að þú lærir að vinna. Já. Þú þarft að hugsa og þú ert að pæla hvernig beitur þér. Akkurat. Og svo skoðar hlutin kannski hvernig er besta lyftanum. Svo hvernig er fljótlegasta lyftanum. Þetta er eins og bara svona tökum sem dæmi menn voru að hlaða tunnum. Já. Allir ármaður þeir hlupu fyrir aftan tunnurnar, lyftu þeim upp og hlupu svo bent áfram með þær. Já. Ég hljóp að tunnunni sem sagt, hallaði henni að mér frá hlið og fór þannig á stað með hann og sneri mér svo með hann á leiðinni. Þarna sparaði ég mér nokkur fett á hverja tunnu. Já, nákvæmlega. Sparar tíma, græði tíma. Sko pabbi minn er eðlisfræðingur og hann myndi kannski viðurkenna hvað hann hafði gaman af að horfa á kraftkeppnir, en hann horfði ofta á þetta með mér og hann einmitt sagði, Magnús, hann kann að hugsa, hann veit hvað hann ætlar að gera og hann einmitt hrósaðir fyrir að skilja eðlisfræði. Já, sko, það er auðvelt að missa sig. Það eru svo margir, sko, þú getur komið, þú veit með ákveði gameplan. Já. Og svo getur flautan. Já.
það eru svo margir sem bara leiður eru konur á stað þá bara gleymaður allir gameplani og það er bara böðlast einhvern meginn áfram. Já, þetta er bara svo greyhound hundur sko þegar að pilsunni fyrir framan hann og bara en sko þetta er eins og að þú ert að lyfta sko náttúrusteinum og eitthvað skilur hver steinn þarf að lyfta á ákveðin hátt og tökin eru misjöfn og þetta. Þú verður að þú veist fara í gegnum þetta og muna hvað þú ætlar að grípa hvern einasta stein og hvernig þú ætlar að taka hann. Já. Og og þú verður að verða hálfgeðugur þú verður að vera aggressífur en þú verður að halda haussamt akkurat þú verður að halda ákveðin yfirvegun og ég man að stundum var það svolítið fyndið að maður sá menn sko ætla að lyfta bílum og þeir hlupu beinlínis á bílinn eins og sko nærsetningur og stöngu þann sko hugsaðu aðeins á hérna ekki það að það hafi alltaf stoppað á sko nei það er ýmislegt sem maður hefur séð gerast sko. Og þú veist skemmtilega hluti leiðilega hluti ég var á móti ég man ekki hvort þú manst eftir þau kalluðu það pure strength það var sýnt hérna þegar það voru hérna þættir hérna þetta voru sem sagt Bill Kastmæður fyrir Ameríku og Odie Wilson ég og Hjalti fyrir Ísland þið unnu þetta einhvern mann sem liðakeppni það var sem sagt það fór nú ekkit mikið en einn af aðstofamönnunum það sem kallast að vera event tester það er sem sagt einhver sem fer á undan og svona hann prófar greinarnar fyrir hérna myndavélarnar þú veist að þetta virki allt rétt áður en það farið á stað og hérna Tom Hafk það var englendingur og hann lést hann sem sagt féllu saman í honum lungun og hann fekk massíft hjartaáfall og hann dó þarna á grasinu fyrir framan okkur. Mist hann stein þá von á sig? Nei, hann var að bera eitthvað, hlaupa með eitthvað kom tilbaka, veist bara labba frá þessu hlæjandi svo hundar allt í niður. Þetta kannski sýnir fram á það sko hversu óbúslega átökuð eru. Já sko, þú veist, þarna koni ljós að það var einhver gall í honum. En sko svona extreme sport það finnur gallana. Það leitar gallana. Það finnur þá fyrr. En er það ekki bara þetta náttúrulega sko, þú veist, það hefur nú komið fyrir ýmislegt fyrir, ég menna þetta hefur komið fótboltamenn, ungir fótboltamenn hafa dottið niður, skilur og hefur oft gerst hérna í Íslandi sko. Þú getur náttúrulega fengið heilablæðingu því að skallabolta alveg eins og af höfuðhöggi í nefaleikum í rauninni sko. og það eru viss svona teikn á loftum að það valdi bara heilmiklum heilaskaða að vera alltaf skallandi bolta í fótbolta alveg eins og að bóksa eða berjast í það er ekkert ótrúlegt. Nei, ég finna En svo er eitt sko, er það ekki bara ágætt að áður menn taka ákvörðun fara í svona sport er ekki það ágætt að þið láti athuga sig svona heilsulega séð Já, sjálfsögðu og þú þarft að láta fylgjast með þér og allt það og að allt sé í lagi og allt sé að fungera rétt og hérna og allt sport og íþróttir eru góðar það er aftur á móti þú ferð að fara í eitthvað extreme sport, þú ert að fara í keppnisíþrótti, þá ertu að ganga svolítið miklu lengra heldur en almennt getur talist. Heldur en þú byggðu fyrir? Já, sko þú þjálfar þig náttúrulega upp í að geta ýmislegt, skilur. Þú lappar ekki bara undir eitthvað tonn og lyftir því, sko. Þetta tekur margra ára þjálfun. En þetta veist, ef að ykkur veikleiki er þá munir þetta tonn finna veikleikan og slíta hann í sundur það er nú sagt að beinagrindin er á að geta staðið undir tonni Já, það er líka annað að liggja undir einhverju en að lyfta því Já en eins og ég sagði, þú veist svo byrjum kannski aftur svona þar sem ég var ég byrjaði sem sagt í þessum sporti í kraftlyftingum og ég varð Evrópumeistari í kraftlyftingum 91 og sama ár var ég sterkast maður heims fyrst skipti. Já, ég man eftir því. Þú tókst beint við af Jóni Páli sem að vann síðast 90, svo kemur þú bara beint þegar Íslendingarnir að fara að gefa þetta eftir. Jón Páll átti að keppa. Ég var komin hann inn sem varamaður
út að ég var búin að standa með við, ég var búin að Evrópumeistari í kraftlýtingum, ég var búin að keppa sumarið með Jóni og í Skotlandi og svona, ég var búin að stimpla mig svolítið inn. Já. Og ég var í mjög góðu formi og 5 vikum fyrir mótið fæ ég símtal frá mótsöldurum að Jón Páll hefði meiðst, rifið upphandlegg og þeir vildi að ég keppti í hans stað. Og ég mætti sem sagt þarna algjör nýgræðingur eiginlega í þessu móti. Já, erfitt að finna í þessi fótspor. Já, nákvæmlega. og sko ég get sagt ykkur það, þegar ég mætti á flugvöllin, þá sá ég Manfred Höbel í fyrsta skipti. Já. Með alla þessa handleggi og eitthvað. Já, með 60 cm upphandleggi. Svo var hollendingur, Ted van den Parra, sko, sem hvað er hann, 2,13 á hæð? Já, hann vann árið eftir. Já. Þá á þeim tíma hefur lítið þess að strá í liðin á hann. Ég horfði í kringum mig bara, hvað er ég að gera hérna? Og svo byrjaði mótið og þetta bara gekk vel og ég endaði með að vinna þetta svo leiðis að ég rauninni þarfti ekki einu sinni að taka hann í síðustu keppnisgreinina. Ég man eftir því, þú varst örugur inn þegar að ég man að horfa á þetta 13 ára Polli eða svo og ég og frendi minn alveg að pissa á okkur á hrifningu bara. Já. Og þetta var svolítið gaman, ég var svo gaman að ég vera fá að taka þátt í þessu og við vorum að taka þrökkadrátt og það var allir alveg að deyja eftir hennar þrökkadrátt og ég stóð upp og bara hlóf og fannst þetta gaman. Meira. Það var verið að spurja mig bara, hvað er ekki allt í lagi með þig? Ég segi, mér er bara svo gaman hérna, hvað? Og þegar svo sagði, hvað er eiginlega með þessa Íslendinga? Jón Páll meiddur og hann getur ekki keppt og þeir senda bara annan. Já. Hvað er að gerast það með? Þeir eru kannski hugsa loksins einhver annar sem verður sterkast maður heims, nú er Jón Páll farinn, og það er bara nýr Íslendingur. Þannig að þetta var góðsinn tímabil, bara Íslendingar eiginlega bara áttu krafta heiminn eins og að lægði sig þarna í fjöldamörg ár. Já, rosalega. Og bæði í liðakeppnum og öðru. Með svona litla þjóð. Já. Svo erum við náttúrulega síðan þá og erum við búin að eignast af góðum strákum. Já. Og Hafþór Júlíus sá sem að hefur nú komist næst þessu, hann er búin að vera 2 annar. Já. Þannig að það er að vera svolítið nálagt. Það er stundum sagt, er það ekki the third time is the charm? Já, allir það ekki. Hann, hvað er hann búin að vera? 3 2 annar. Ég held 3, já. Eitthvað svo leiðis. Þannig að það hefur samt, ég vann sem sagt 3 ár í röð. Já. Og svo ég var í 2 annar, svo vann ég í 4. skipti. Ég vann fyrst í 4. skipti, svo var ég 2 annar, svo vann ég 3 ár í röð. Og það sem er merkilegt við að þegar þessi 3 ár, þarna sem ég vann í röð, það er sem sagt fyrsta árið af því sem þeir koma inn með þessa liðakeppni, sem sagt forkeppninar. Þegar áður fyrir voru þetta þannig að þetta voru einhverjir 8-10 menn sem var boðið, þetta var boðsmó úr heiminum, sem var bara valdir úr, sem voru búin að skara eitthvað fram úr. Þarna breytist þetta allt í einu út í það voru konur einhverjir 30 eða rúmlega 30-40 og sem sagt einhverjir dagar í sem sagt að þú þurftir að kvalifæta, þú þurftir að vera topp 2 í þínu riðli, þetta komin í riðlakeppnir. Og svo fórst inn í aðalkeppni final. Þetta er langt og strangt ferli og náttúrulega keppnisdagarnir þetta er orðið ennþá lengra mót heldur en það var áður. Já, og meiri líkur á meiðslum og breyttari og en það var svolítið merkilegt að fyrstu 3 árin sem að þeir komu með þetta system, þá sigraði ég þetta. Já. Út af hverju? Ég tel að því ég var bara best þjálfaður. Ég var tilbúin í hvað sem var. Já, þú kunnir líka að spara þig, að eigið ekki ómikið orku þegar þú þurftir það ekki. Já, það var nú, margir af keppinautum mínum á þessum tíma, eins og Finni, svakalegur, Riku Kiri. Já. Hann var svo til ósigrandi í Evrópu og var bara að vinna mót eftir mót yfir sumarið. Já. Svo kom á sterkastmaður heims og þá tapaði hann fyrir mér. Já, það var niðursæti. Já. Já, öðru og 3. Já. Ég lægði mikið upp úr því að það sem við köllum að vera á toppnum á réttum tíma. Já. Einhver mót í Finnlandi eða eitthvað þarna
ég vildi aldrei alveg 100% í það. Einmitt. Ég geymdi alltaf eitthvað. Ég tók, að þessum tíma var maður nú ekki með allar græjur til þess að æfa og svona, þannig að ég tók þetta sem æfingu. Já. Þetta var veist, jú, þetta tók maður á og maður lagði á sig, en maður fór aldrei 110%. Svo kom maður að sterkast maður heims, þá fór maður í 110%. En það man ég eftir að hafa séð svona niðurstöðu frá mótum og býtu, akkur er Magnús Ver bara í 3. eða 4. sæti eða eitthvað, og þá ertu náttúrulega bara að spara þig. Já, yfirleitt í topp 3, þú veist, já. En það, yfirleitt var ég var nú búin að setja þetta upp þannig að maður var nú að fá borga fyrir þetta að mæta á þessi mót og svona. Já. Þannig ég sett alltaf upp að ég fekk ákveði borgað. Ég þurfti ekki að vinna til þess að fá þetta borgað. Nei. Það var málið. En þannig að maður gat leyft sér að spara sig svolítið. Þeir hlusta á flæskirinn á útvarpi Sögu, við fáum auglýsingar, en við ætlum að halda áfram að ræða Magnús Ver Magnússon hér rétt á eftir, Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vistirsson hérna með ykkur. Við ætlum að fá auglýsingar og svo förum við kannski framhaldið á þessu hér rétt á eftir. Já, þetta er hljómsveit Grafík frá Vestfjörðum og hvað er vestfirskara heldur en kraftahjarnar? Þetta er að sjálfsögðu 1000 sinnum segi já og við erum hér með hjá okkur í dag Magnús Ver Magnússon, afbraunamann og fyrirvændi sterkast að maður heims í hvað, 5 skipti? 4 skipti. Já, ég reyna að... Ég klúðraði einu. Já, klúðraði einu. Það er ekki allt hægt, sko. Nei. En þetta líka sýnir það að það er ekkert ómögulegt heldur. Já, sko, þú getur flest allt sem þú ætlaðir að gera. Já, en hvað er það að gera þessa dagana, núna? Það er svona ýmisleg verkefni, en ég náttúrulega sé mót, og talandi Vestfirðina, þá sé ég Vestfjarðavíkinginn, sem er nú eitt flottasta afbraunamót okkar Íslendinga. Ég er með önnur verkefni, ég er með annað sem heitir Austfjarðatröllið, ég er með eitt sem heitir Norðurlandsjakinn og svo er ég með sterkasti maður á Íslandi sem ég verið með á Sjóvarhólmsvíkata í Grindavík og svo hefur við verið með verkefni sem við stofnuðum fyrir fjöldamörgum árum. Reyndar var það félagi minn hann Arnar Már Jónsson sem að startaði því. Hann var þá þjálfari hjá fötluðum í liftingum. Já. Og hann byrjaði leiddist alltaf að vera með á inn í liftingasalnum, hann fór að fara með á út og láta á draga bílinn sinn og hitt og þetta sílega. Já. Og þetta, ég kem svo inn í þetta einhverju síðar og við erum búin að þróa þetta út í afbraunir sem sagt fyrir fatlaða. Það er bara algjör snilt. Og störtuðum hér fyrir 14 árum, sem sagt sterkasti fatlaða maður heims, sem sagt World's Strongest Disabled Man. Já. Og við erum búin að berjast í þessu að reyna að stækka þetta. Undanfarið bara nokkur síðustu ár hefur allt í einu orðið vakning því við vorum einir í heiminum að gera þetta. Og allt í einu er orðið vakning og það er farið að halda sem sagt British Disabled Strongman. Það er haldið North American Disabled Strongman. Það er ég held að þessi koni í Ástríði, það eru fleiri og fleiri farnir að halda sem sína eigin landskeppni. Já. Og við höfum haldið sem sterkasti fatlaða maður heims í fjöldamörg ár þangað til núna á þessu ári að við létum aðila í Englandi halda það sem að svo var til mikill að vonbrigða. Það fóð ekki við 1-1 og svona en félagi minn fór út, ég var reyndar þá á sterkast maður heims sjálfur, hann fór út og svona sá svo bjargaði því sem bjarga var og þannig að þetta svona leita ágætlu út en það samt endaði að kosta okkur peninga. Já, svona er þetta þegar maður einhvers þar verður maður að sleppa og þá verður maður að treysta einhverjum. Já, það er svona. Það er náttúrulega í bara öllu sjópist, þá er rosalega mikið af bæði draumorumönnum og svindlurum. Já, sjálfsögðu. Við höldum áfram, erum alltaf með sterkasti fatlaða maður Íslands. Já. Og þetta byrjaði sem svoleiðis. Og ég er með reyndar sittur við hliðina á mér, félagi minn frá Englandi. Já, sem er búin að hlusta okkur tala á íslensku. Toby George. Hann er hér að funda með okkur
og hann ætlar sem sagt að halda þetta mót í Englandi fyrir okkur á næsta ári og ég í sambandi við það strákin sem að við fengum til að halda sem sagt breska móti líka og við þetta svona allt ein familja þannig lagað og við sem sagt ætlum að gera þetta stærra og flottara heldur nokkuð tíman áður og þessi strákur búin að vera að halda, hinn hafði aldrei haldið mót. Já, það ekki góðs viti. Nei, og en við vorum fast að bara gaman að einhver vildi taka þetta á sig og reyna að halda þetta annars staðar og það sem er skemmtilegt við þetta, það orðið svo mikið vakning að við þurfum að þessu móti þurfum við að hafa semst qualifier. Við getum ekki tekið inn alla, við höfum ekki pláss fyrir þá. Undankjörn, já. Þetta svo vinsælt. Já, þannig að Ameríku þeir sem sagt kvalifæta sem sagt á sínu móti, þeir senda einhver ákveðna og úr breska mótinu koma aðrir og svo koma aðrir hérna frá Ungverjalandi og annar staðar skilur í þetta og þetta stór viðburður orðið og við náttúrulega þetta búið að sína þetta á RÚV allavega í 14 ár. Það nú vel að sé vikið því það nú ekki auðvöld að koma að íþróttum þar. Nei. Já, við höfum mikið kvartað yfir hérna hvað alltaf fótbolti. Já, en þarna náið því augum þeirra og það auðvitað mjög gott sko, og jákvæmt. Öll þessi mót sem ég var að nefna eru sýnd á RÚV sem ég sem sagt séum og hérna þetta náttúrulega sko, það gríðarleg vinna að setja upp eitt svona mót. Já, það hljóta að vera mismunandi flokkar eins og fyrir kannski einstaklingi hjólastól og... Já, við byrjuðum nú með þetta óskaplega einfalt og það bara hjólastólaflokkur og svo standandi flokkur. Já. Og standandi flokkur getur verið með gervifót, skilur, þú getur verið það, kannski, þú veist, hérna aðeins þroskaheftur eða hvað það skilur, þú veist, ég veit ekki hvort það nógu fínt orð í dag. Nei, ég meina en skilur, þú veist, það allavega ekkert dónalegt. Já, nei, þú veist, og það sem gaman líka, sko, að vinna með þessu fólki og þessu strákum og það eru að koma stelpur inn í þetta líka, þeir eru svo þakkláttir, þeir hafa svo gaman og þetta rosalega gefandi. Það það. Og hérna þess vegna, eins og ég segi, erum við að reyna að breiða út sko gospelið, fá ennþá fleiri þjóðir og fá ennþá fleiri á bakvið þetta. Einmitt. En það er náttúrulega gríðarlegur fjöldi af alls konar fölluðu fólki sem með alls konar fallanir eða hamlanir sem að auðvitað það líka lífa lífinu. Við erum reyndar að breyta þessu svolítið, við erum aðeins að fjölga svona kategóriðum í þessu. Já. Það er sem sagt að þeir sem eru sko hafa mist útlim skiluru, kannski við mjög með eitthvað Já, svona meðin svo kalla Paralympics Já, þurfum aðeins að við getum ekki haft þetta alveg svona einfalt lengur, það konið það margir þannig að þurfum aðeins að splitta þeim upp það sem sagt þeir sem eru með það sem kalla cerebral palsy Já, það heila lömun Já, það smá heila lömun og það svona svolítið öðruvísi lömun skiluru, þeir eru rauninni sérflokk svo þeir sem eru kannski fyrir lama alveg sko bara fyrir neðan mitti þeir eru þá sér, þeir sem hafa virkan fót, annan fótinn eða eitthvað, þeir hafa smá forskot. Skilur að geta beitt fætinum aðeins og itti og eitthvað, skilur. Þannig að Já, þó þessi hjólastóla. Já, þó þessi hjólastól. Já, það er rétt. Og þessna erum við með 3 útgáfur í hjólastóla núna og bara eina standandi. Já. Og standandi keppandi ef að vantar á hann fót, hann getur kosið það að sitja. Vera í hjólastólaflokknum. Því að þó að sem er gerfifót, þá ekkert víst að gerfifótur þóli álagið, þó að þessi orðin er alveg svakalega góðir í dag, þessi fætur og það er alveg magnað að sjá sko, þessa stráka lifta og hvað geta lifta á rauninni gerfifætinum. Og kannski fara að sjálfstæra Össur, láta smíða sérstakka fætur. Já, sko, þegar Össur að gera rosalega flottar vörur, það verður ekki tekið að þeim. Nei. Og Íslendingar og hérna þeir sem eru að framlega þetta hérna það er Össur og hérna hvað er ekki stóð þeir eru bara að gera svakalega góða hluti fyrir þetta fólk Já, maður heyrir það alltaf Það er bara málið og hérna við getum verið stolt af svona fyrirtækjum Virkilega En þetta er greinilega mikil vinna og mikið lagt í þetta
og maður tekur eftir þessu. Já, eitt enn, við erum að fara með þetta inn á Arnold Classic líka. Já. Já, bæta við. Já. Magnað. Þannig að það sko Arnold Classic náttúrulega aðalmótið í Columbus, Ohio, hefur alltaf verið. Arnold Classic komið í hvert einasta kontinent sem kalla, hverja einustu heimsálfu í dag. Þau eru orðin 5? Já, er það ekki? Já. Það held ég. En það stæðsta alltaf í Columbus, Ohio. Já. Við ætlum að byrja með fyrstu kynninguna á þessu sem þar. Og Arnolds fólkinu og eitthvað fannst þetta rosalega spennandi að fá þetta. Þannig því stefnir bara hærra og hærra með þetta. Sjálfsögðu. Það er bara svo leiðis. Ég held að sé líka svolítið forvitnilegt að sjá hvernig þetta fer fram. Og það er líka stórk. Við erum náttúrulega búin að hanna þetta og breyta og gera stóla, spesstóla og þannig að þeir eru að lyfta sko kúlusteinum og allt skilur í hjólastólum. Og bara ákveðin hátt. Og við erum búin að hanna þetta í fjöldamörg ár. Og það er stórkostlegt að fylgjast með þessum aðilum rauninni stíga upp úr sinni föllun og geta performað svona. Já, þetta líka hefur jákvæð áhrif á sko að því að nú margir sem eru hjólastóla og svo framvegis eiga bara erfitt félagslega bara vegna fölluna sinnar og þetta hjálpar. Við erum að fá sko e-maila og frá þessum aðilum erlendi sem hafa kynst þessu sporti hjá okkur og segja bara það sem vera að þakka okkur fyrir og það við séum bara búin að breyta lífið þeirra og þeir séu bara búin að öðlast nýtt líf og hitt og þetta. Þetta er mjög samhliða því sem Össur er að gera. Að þeir eru að gera ákveðna hluti til að hjálpa fötluðum að geta gert meira og þið líka. Já. Þið búið til andlega gerðufætur. Nálægt því. Já, það er einn af uppistöndurum sem hefur verið að vinna með mér, Leifur Leifsson, sem í hjólastól. Hann hefur keppt í svona. Já, hann hefur verið að keppa hjá okkur. Skemmtilegur strákur. Já. Þetta er magnað. En flæðiskerið þið eru að enda runni hér í dag og við ætlum bara að óskaði góðs gengis og hvetja áframdæris að halda þessu góða starfi áfram. Takk fyrir. Og svona alveg í blá lokina þá er hún vinkona okkar Leon C að fara að flytja af landi brott og hún verður með tónleika núna á laugardaginn og Hard Rock, þannig endilega kíkið á það. Kíkið á það verður snilt. Og Magnús kemur vonandi aftur til okkar seinna í flæðiskýrið. Já, og takk fyrir komuna og við erum örugglega að fá þig aftur því að við náðum ekki að fara yfir sko 1/4 því sem við ætlum að fara yfir í dag. Takk fyrir. Og við þakkum kærlega fyrir komuna Jóhann Kristjánsson Rökkvi Steinsson, flæðiskýraundarnið, verið sæl.